Gott fólk, eins og var aðeins tæft á í fréttum vikunar hér áðan og í síðustu þáttum þá hefur stríðið í Úkraínu margvísleg áhrif á okkur, heim allan auðvitað. Og það er mörg samtök og margt fólk sem er að gera ýmislegt til þess að hjálpa. Og til mín er komin hún Sigrún Magna Þorsteinsdóttir, kórstjóri og ýmislegt fleira. Og það er verið að undirbúa tónleika, styrktartónleika fyrir Úkraínu, er það ekki rétt? Rétt, þriðjudaginn, 29. mars. Klukkan 20. Þriðjudaginn 29. mars. Það er bara þriðjudaginn næstu viku. Það er bara þriðjudaginn næstu viku í Akureyrarkirkju. Þetta er breyst á. Já. Hvernig ganga æfingar? Þær ganga mjög vel. Dásamlegt. Það er líka bara þegar þú fær fullt af fólki með þér í lið og allir segja strax já bara á sekundinni og það er allir all in. Þannig að þá gengur vel. Dásamlegt. Og hvað verður nú á efnisskráni? Það verður kóratónlist, kór Akureyrarkirkju og eldri barnakór Akureyrarkirkju og himnódía ætla að syngja. Vá. Úkraínska tónlist og nýja texta og líka bara gamalt hefðbundið. Svo erum við með nokkra samsetningar tríó. Við erum með tríó sem samanstendur af harmoniku, slagverki og orgeli. Svo erum við annað tríó sem er trompett, selló og söngur. Ok. Já, já. Ok, þetta er allt spektrumið alveg. Já, já, algjörlega sko. Og svo erum við með tríó sem er gítar, harmonika og selló. Já. Og þau ætla til dæmis að flytja kvikmyndatónlist, Ennio Morricone. Nei, nei. Bara svona Bara ótrúlega flott. Svona sirpa úr sömu myndinni. En dásamlegt. Já. Þið eruð ekki að leggjast á sortir, heyr ég. Nei, en þetta verður samt sko, það verður alveg rauður þráður. Já. Þannig að þetta verður ekki svona bara Þetta er ekki, já, það er heildamynd. Já, já, algjörlega sko. Akkurat. Og þú sagðir, það er náttúrulega úkraínsk tónlist, þjóðlaga skotin vantanlega. Aha, við erum ekki að fara þið eru ekki að reyna að fara að flytja úkraínska Eurovision-lagið síðan í fyrra? Nei, ekki nema það eru þá bara svona bónusnúmer. Spontant en það er ekki á dagskránni. Þið er svo auðvitað að syngja, sérjós og allt það. En stórkostlegt lag hins vegar. Þetta var uppáhaldslagið á heimilinu mínu, þetta var rosalegt sko. Þetta er geggjað sko. En svo líka eitthvað samið. Já. Sérflutt. Það eru 2 ný verk á efnisskráni, bara samin sérstaklega fyrir tilefnið. Já. Og það er nýr texti líka við úkraínskt lag. Við treystum okkur ekki til að syngja mikið á úkraínsku. Nei. En sá texti var til á sænsku og bara komið nýr á íslensku. Það var það fallegt. Sko, ok, það er verið að semja sérstaklega, það er fullt af fólki sem kemur fram. Þessi hugmyndi kom ekki alveg í gær. Nei, en hún kom fyrir hvað, 1,5–2 vikum. Já, náttúrulega ekki langt síðan stríðið hófst. Nei, og veist, við erum náttúrulega öll búin að vera síðan stríðið hófst að hugsa hvað getum við gert, hvernig. Þannig að það er kannski bara svolítið léttir að fá að gera þetta og finnast að maður sé eitthvað þá að gera til góðs. Já, nákvæmlega, að fá aðeins að finna maður svona sé að leggja einhverja hönd á plóg. Þetta er frábært. Takk fyrir það. Og gott að heyra líka, þú veist, eins og þú segir, að alveg sama í hvernig var hringt að bara já. Já, akkurat. En þetta er gríðarleg fjöldi þá sem að kemur fram þarna. Þetta er eitthvað yfir 100 manns. Það er náttúrulega stóri kórar, kór Akureyrarkirkju er mjög fjölmennur. Akkurat. Og jú, þetta er mjög margir. Þetta er merkilegur viðburður. Já, er það ekki? Jú. Ég held að það verði rosalega gott að koma saman, líka bara koma á tónleikana, hlusta og finna bara samheldnina. Og eru frjáls framlög þá? Það er frjáls framlög, það er ókeypis inn, allir velkomnir. Og svo er bara, verður kóðið, þú getur lagt inn eða komið pening bara hvað sem hendar. Og þetta fer allt beint til hjálparstarfskirkjunnar. Og það er allir að gefa vinnu sína, allir. Þetta er frábært. Hjartans þakkir fyrir þetta framtak, þetta er dásamlegt. Bara takk fyrir. Og svo við ítryggum þetta bara, þetta er þriðjudagskvöldið kemur 29. mars í Akureyrarkirkju og hefjast klukkan 20:00. 20:00. Dásamlegt, bara gangi ykkur vel núna á síðustu mötunum með æfingarnar og allt það. Takk kærlega. Og ég bara hlakka til. Sömuleiðis. Og við hvetjum nú ekki alltaf fólk til þess að mæta á allt eins að við erum ýmislegt sem við erum að tala um hérna, en að þessu sinni hvet ég alla til að mæta.